Föstudagurinn 24. mars. Auðun Blöndal heiti ég og sit hér í mínu sæti og þátturinn FM 95 blöður hafði göngu sína. Beint á móti mér sitja tveir, ég fer svo langt að segja snillingar. Annar þeirra plötusnúður og hinn leikari. Ég líka leikari, you sack of shit. Þú gleyma því að. Já, ok, þeir eru báði leikarar og annar plötusnúður. Líka. Ég líka plötusnúður, sko. Já, það eru tveir fáadra á móti mér, annar heitir Steindi Junior, hvernig ertu? Ég veist það, í dag... Ertu fyllandi? Ná, ég segi hvernig Ertu fyllandi? Ég ætla bara að segja þetta reyndum, ég fyllandi góður og fróðandi fín. Það bara hann, ég er í miklu stuði. Ég er í mjög miklu stuði í dag, eiginlega bara stór hættilegu stuði. Já, það er gott að heyra. Egil, hvernig er þú? Ég hef aldrei verið betri. Nei, þetta er heldur í fyrsta sinn sem ég trúir í langan tíma. Situr inn í leðurfötum með kille og bara feskur. Já, ég er með páskabjór og ég er í leðurböksum. Og þetta er besti föstudagur ævinnar. En okkur ertu í leðurfötum? Ferðu beint hérna að gigga? Ég er í giggfötunum mínum. Giggfötunum? Okkur ferðu ekki heim í sturtu og eitthvað á milli? Ég er muscle boy núna. Hvenær byrja ballið? 8 eða? Fór í sturtu í hátíðinni. Er þetta barnaball eða? No. Átnarhúsi 11, þetta er ekki barnaball, sko. En ég fer beint í, sko, eitt sem þið er að kenna er Blondale, Theodore Musician. Þú ert ekki að kenna mér neitt, Egil. Höfum það á hreinu, bara í lífinu, það ert ekki að kenna mér neitt. Því að bara, því meira sem ég hugsa út í það, eftir ég kynntist þér, på líf mitt hallandi. Þannig ekki kenna mér neitt í þessu lífi. Sko, ég og Jónas þurfum að soundchecka. Já, ok. Við förum bara í það. Jónas, það er sem sagt, það er bassendur. Já, ég hef ekki tíma til að fara heim að skipta föt, en ég er í gallanum, ég er með allt klárt. Já. Það er það sem er að gera þess blöð, þess vegna er ég í leðurinu og þess vegna er allt klárt. Ég hef aldrei verið betri. Frábært. Þetta er besti dagur ævinnar. Það er gaman að heyra. Já, þú vilt meina að líf þitt verið downhill eftir þetta, því þú ert að fara að gegga með einhverjum sænskum lúða. Það verður bara lúða. líklega in the shader eftir þetta. Þið miður. En talandi Jónas, Bass Hunter, hann er á leiðinni í þáttinn. Já, hann ætlar að koma þetta eftir. Já, og ég er bara hreinlega, ég bara veit ekki hvað við eigum að tala um hann. Jó, það er náttúrulega ýmislegt þetta að ræða. Sko, náttúrulega Egill og hann tengja náttúrulega hrikalega mikið saman í gegnum tónlistina og... En höfum það samt á hreinu, þetta er ekki jafn spennandi og Egill til hérna meina. Þetta er mjög spennandi. Hann spurði mig áðan hvort ég væri stressaður og hann var ekki að grínast. Af því að það er eitthvað sænskur lúði á leiðinni í stúdíóið. Ertu stressaður? Hann er tölvu videogame-boy. Já, hann fílar tölvuleiki. En þú veist líka að það er töff að vera nörd og lúði í dag. Þú ætti ekki að taka svona negativ. Nei, máli, þetta er mikill miskilningur. Nörd og lúði er ekki það sama. Lúðar eru alveg umulir. Nú, ok. Hann er nörd. Hann er nörd, sko. Hann fílar tölvuleiki. Já. Hann fílar tölvuleiki, það er nú ekkert að því, sko. Það er nú ímislegt sem að ræði. Ég fór nú svona aðeins að skoða hann. Ég fór að gera my research að því hann er nú að koma inn í spjall og já, við verðum að fara svo langt að segja að hann er alþjóðleg stjarna. Hann er þekktur allan heim og hann er með vídeo sem að ná tæpum 200 milljónum views. Það er bara nokkuð gott. Já, hann er mjög vinsæll á YouTube. Svo sagði Egill mér áðan í símónu þegar hann var að keyra niður í vinnu. Blöð, þetta er exclusive viðtal. Hann sagði, ég fer í eitt viðtal. Eitt viðtal only. FN95 blöð. Hann er ekki farið neitt annað. Ég sagði bara, hey Jónas, no problem. You just come to us, sagði. Þú varst með honum í gær. Við sáum það nú á FM95 bló snappinu. Já, ég bara var að sína hún Reykjavík og ég var að viðra hann. Hann var að gigga í Liverpool í fyrradag. Og deginum undan því var hann að gigga okkur annar staðar. Það er nóg að gera hjá gerpinu? Það er mikið að gera hann. Það er nóg að gera hann. Hvernig var kvöldi? Hvert fóruð þið? Við fórum ekki mikið, við vorum bara hérna á American bar. Keyptum okkur þar, fengum okkur a couple of beverages. Það var með glerharða pöntun. Ég fekk mér hérna, ég pantaði mér einn klassik bara, veist, það er ekki að flækja þetta. Spurði Jónas, hvað var að bjóða þér? Whisky. Ég bara, what the fuck, whisky? Ég ætla að vera að grínast, veist það, ok. Nei, hvað segirðu, hvað viltu? Whisky, hann pantaði sér whisky. Tala hann svona? Whisky. Og ég var... Tala hann bara eins og sér trailer. Á leiðinu sem ég var aumingi. Hann tala samt ekki, hérna, hey, I'm gonna have a whisky. Ég vildi óska þess að ég verða harður að geta pantað með whisky, sko. Ég tek svolítið whisky og æli. Sko, Steindi getur ekki eins og ekki rauðvín. Fyrir ekki aumingi. Það er þrjusu þáttur í dag. Við erum kannski ekki allir peppar og Egilinn, en ég lofa ykkur, það er góðu föstudagur því að það er svo mikið að vera líka og það smitast oft út í samfélagi. Það er landsleikur í kvöld, það er Tindastóll, það er Keflavík, rosalega mikilvæg leikur fyrir mína menn og svo er Bass Hunter og þetta er stór helgi. Herðu, ég var að fá og ég veit að íslenska landslið er að hlusta núna. Við sendum baráttukveðjur. Já, við sendum baráttukveðjur. Herðu, þeir voru nú fyrstir allra, fengu heimsforsýningu gær á Asíska draumnum. Já. Það er nú
Það eitthvað. Við vorum að hjálpa þeim fyrir landsleikin. Já, við hjálpum þeim, það var góður andi þar. Þeir sækja 3 punkta í kvöld. Að þau vorum að tala Barsendur, ég verð að bæta svo við að ég var að fá skilaboð í síma minn núna frá hlustanda. Og ég get náttúrulega ekkert fullyrt þetta. En hann segir hér, skal ég segja, á tímabili var Barsendur mest seldi sænski artistinn í heiminum, meir en ABBA og meir en Ace of Base. Á fyrir 2 tímabilu sinum. Hann mjög vinsæll. Þið reynið þú ekki að líta úr þessum góðum. Nei, ég aldrei ekki að lítið. Hann með samtals miljard áhorfa á YouTube. Ok, orðan þannig þegar þú sagðir að hann var til að koma í þáttinn. Ég peppar í það. Ég vil fá hann í þáttinn, hann frægur og hann flott lög. En að vera að spyrja hvort að menn séu stressaðir og over bara hvað ég segja við hann og eitthvað. Við erum ekki að fá George Clooney inn í þáttinn. Hvort fólk að fara af því að það finnst það fyndið eða af því að það finnst það skemmtilegt? Ég held að fólk fíli lögin. Ég á mjög mikið að skemmtilega lög, mörg mjög skemmtilega lög. Það aðalega, þetta var ekki bara þetta bara eitthvað húmor. Þá mæti ekki svona margir. Það sem líka gott við þetta, eina sem ég verð líka að gefa þessu giggi eða balli eða hvað sem ég kalli þetta, að hann ekki one hit wonder. Skilur, ég geti verið í salnum, ég myndi þekkja 4-5 lög Þannig við gefum hann það. En við erum með Fanta þátt handa ykkur í dag. Það ekki bara Barsendur. Hvað ætlum við að bjóða upp á? Við ætlum að bjóða upp á mynduru fyrir Cash. Við ætlum að fara í spurningakefni Gilserans. Kaffitás Tristan kemur eftir góða pásu. Kaffitás Tristan, hann mætir hér á eftir. Þetta ekki eitt svo besti bara? Ég elska Tristan. Það búið að taka hann upp. Við tókum hann upp í dag og það sem við gerðum, munurinn á Tristan í dag og hann hefur verið áður, þá höfum við verið að hringja á kaffihús. Í dag, þá ákvaða að taka þetta dálítið eins og engamálinn. Við völdum bara nafn og ég hringdi einhvert. Og ég heyrði í konu sem var stödd út á Kanari. Og það var mjög skemmtilegt tvist fyrir Tristan. Það segir líka hversu góðar er komið hart inn. Við hringjum einhvert og það Íslendingur á Kanari. Góðar Egil. Já, það góðari. Bassendur í dag. Það góðari. Já, auðvitað, Bassendur verður ekkert að koma á spotti. Þá veistu það góðari þegar að Bassendur mættur. Og líka við vinnum svolítið með góðaris konsepti hjá Tristan í dag. Já, rétt, svo erum við ætlum að henda Bassendunum í hraðaspurningar og fleira. Við erum með flottulega-keppnina og það bara veistla kæru hlustendur og það góðari sem þýðir að það eru allir með fulla vasa pening. Þetta Aron Kahn sem svona okkar. Þetta ekki besti tónlistamæður Íslands í dag? Jú, ég myndi held að. Svei með þá. Aron Kahn hér á FM 957. Auðvitað Blöndal, Egill Einarsson og Steinþór Róar Steinþórsson með ykkur á þessum flotta föstudegi. Það að koma apríl. Nú loksins, nú máttu segja og setja með voru í punktum. Það enda búið að vera snjóka á viðbjóðslegt veður í gær. Já, en þú veist, maður í gír og það flott veður út í dag. En þú funkar eftir veðri, þannig að í gær þegar það var ógeðslegt veður, varst þú þá ógeðslegur? Já, ég var svona hálfdapur heima bara. Ég veit ekki það. En ég held að sé svona nett voru í punkt hjá mörgum. Ef ég ætti að giska þá myndi ég halda að miðbærin væri tróðin í kvöld. Það að koma apríl, það að þetta sumar, það létt yfir öllum. Já, og svo styttist í ásatíð FM 95 blöð. Það bara Hvernig ásatíð? Ykkur. Við komum kannski betur en það setna, en ég ætla að fara í slúður hér í FM 95 blöð og ég ætla að byrja eiginlega því að þetta svolítið þinn dagur og svo lífsglæður og þá ætla ég að byrja slúðrið á Kardashian fjölskyldinni. Þau ekkert hætt að expanda svo í slettinu aðeins og það nýjasta að það að fara að koma út teiknimyndir með þeim. Svona í anda Simpsons og allir karakterarnir í fjölskyldinu verða teiknaðir og talaðu sjálf inn á þetta? Já. Það hljómar sem að geta verið success. Ég veit það ekki. Ég vil ekki vera negative Nell, en ég bara ekki peppaði fyrir þessu sko. Ég hef aldrei verið peppaði fyrir þessu Kardashian rugli sko. Bara pappi minn elskar það, ég veit það og þið hafi gaman að því og ég hef gaman að heyra svona aðeins hvað að gerast þarna, sérstaklega kannski af Kanye West en sko ég hef náttúrulega meira gaman að gömlu þáttunum þegar það er ljótt að segja, það er fyrst ástæðan fyrir að það urðu svona vinsalar og þau öll að því að þetta var eðlilegt. Það eins og horfur á fyrstu 2 seríurnar þá þetta raunveruleika sjónvarp og fólk ekki eins og í dag þá svo mikið að gera hjá öllum að það búið að læna bara upp við verðum að hittast hérna út á tökum hvað erum við að fara að ræða þú sérð alveg þessu pródúsera en ef þú horfur á gömlu seríurnar þá voru þau bara heima á sér og bara verið að búa til
bara fly on the wall. Já, bara vera búið til kakosúpu. Já, nú þetta bara, ok, Kim Kardashian, hún á 40 mínútur tróð minni í eitthvað rosalega, bara erfitt samtal við mömmu sína verðina í Fraklandi eða eitthvað, ég veit það ekki. Þú veist, ég veit ekki hvað getið séð þetta, sko. Þetta getur, sko, málið Paris Hilton átti þetta svolítið áður en þau mættu tóku við og búin að pakka henni saman. Hvað Paris Hilton í það? Ég held að hún sé bara viljandi. Þannig ég að velta fyrir mér, sko, þú veist, getur Kardashian fjölskyldan, eins og hræðilega hljómar, dotti það bara allt bara búm, partíið búið, bara svo getur Paris. Það enginn að pæla í henni núna. En heldur ekki að Paris Hilton hafi bara dregið sig sjálf úr sviðsljósinu? Nei, þegar kíktu á Instagram daginn, hún duglega að mæta í partí og fleipa. Ég meina, en hefur hún einhvern sem að verið talent í einhverju? Nei, ekki þannig. Þá náttúrulega in the end hún er hæfileikaríkt módel, sko. Já, ég meina, þú veist, já, en ég meina það geti ekki allir nelt góða myndatökust en þú ekki lofaði því, sko. Þú heldur að það geti allir gert það, sko. Ég steindi bara labbandi dæmu það. Það er ástæði að vera sumi verða módel og það ekki, sko. Nei, en ef þú ætlar að vera, sko, ef þú ætlar að vera heimsfrægur á jörðinni reglulega í öllum helstu tímaritum, öllum helstu vefsíðum, allstaðar, þá þarftu að hafa eitthvað meira upp að bjóða en sömu pósun aftur, sko. Paris Hilton hefur verið með celebrity cameo í mörgum bíómyndum. Herru, það er meira slúður fyrrverandi tengdatóttir Íslands, Mel B, hún er skilin. Hún er búin að sækja skilnað. Já, fyrrverandi hans fjölla. Hún heldur sér ekkert á kallmönnum þessi dama. Hún er sótt skilnað frá eiginmanni sínum Stefan Belefonte eftir 10 ára hjónaband. Þannig að ég veit nú ekki hvað þú ert að rögla, það er nú bara ágætis tími þarna í. Endist ekki með fjól nema nokkur ár og Já, ég meina það virðist nú ekki vera henni að kenna. Fjölnir er nú ekki veginn á konu kendur hérna á Íslandi. Gerir kennan að lesa maður sér komið nýjan konu? Hann er Fjölni? Já, hann ég myndi ekki kenna Melby það. Hann bjargaði 1300 hestum einu sinni úr tjörninni. 1300? Þeir stígu hún á lærið á hann. Einum hest að stígu hún á lærið. Það er þetta fljótt að stigmagna þegar þetta voru 6 daginn. Ég held að sé ekki til 1300 hestar á landinu. Nei, og hvað voru þeir bara allir í tjörninni? Vitleis er þetta. Ótrúlega. Já, en þetta er allavega, þetta eru leiðindafréttir. Erum við ekki alveg tím Melby? Fyrir maður alltaf svona skefi í spæs og skemmtilega, sko. Ég veit ekkert leiðindafréttir ef henni líður betur eftir á, sko. Nei, það er hárrétt hjá þér. Ég er mikill Spice Girls aðdáandi og hef alltaf verið. Þetta er svo foreldrar mínu sögðu, nummer 1 og 3, bara allir séu sáttir. Hvernig leiðir þið svo piece of shit þegar foreldrar hennar skildi það? Já, það var erfitt. En þetta var ekki þátturinn til að ræða það. Viltu fara eitthvað út í það? Nei, hundunum mínu Snoddas var lóa sama ár og getur við það upp líka. Ég var alltaf þér að kenna og eitthvað svona. Nei, þau viltu meina að þetta var ekki, mér að kenna, ég var 18 ára, sko. Óþolandi krakki, sko. Ég var orðinn úlingur þarna, ég var mjög rólegur úlingur. Ég veit fyrir víst það var ekki mér að kenna foreldrar mínu skildu, sko. Ég myndi ekki afskrifa það. Það þarf að hafa allt opið í þessu. Hvað er næsti móli? Næsti móli er vinur okkar George Clooney. Já, það er ótrúlega maður. Hann nefnilega mætti óvænt í afmæli og þetta er skemmtilegt. Þetta var hjá konu sem að maður sagði hvað, ég týndu sérna, hún er 89 ára held ég. Nei, hún er 87 ára. Já. Gömul belja maður. Hvað mætti hann hanga? Það er rólegu maður. Ég er nú bara að stríða, en þú veist. Gleiftur einhverja, það fara að pillu hérna. En það er hún Pat Adams, en hún er 87 ára og hún dyrka George Clooney og hún átti afmæli og hann mætti og ferðin í blómvönd og hún var hrikalega sátt. Akkur var hann að mæta í damali? Bara hver bað hann það? Hann bara frétti að hún væri vist einhver rosalega aðdáðandi og hann bara mætti. Já, ég vissi af því. Hafið séð mynd af Young Clooney og Old Clooney? Bara jafn svalur. Nei, helmingi myndalegri 55 ára heldur en 20. Hann má eiga það Clooney, hann er myndalegu maður. Ungi Clooney var nú Alveg svo Beckham 18 ára var bara ógætluður. Ég og Sveppi mætt svona óvænt í ammali. Það var að drekja 87 ára gammalli konu. Nei, ég var mætt í ykkur ammali óvænt, en við erum ekki að fara með okkur við George Clooney. Nei, það var ekkert allt. George Clooney er ekkert eðlilega myndalur. Já, flott eitt. Við þurfum ekkert að fara með. Nei, bara horfa myndir á hann. Jesus. Skoða það bara fyrir því sjálfa. Hérna, það styttist í myndur fyrir kass. Ég er með myndur fyrir kass í dag sem að hefur verið svona í ágætis pásu. Við erum búin að vera meira í kortmyndur frekar. Og svo er stutt í Kaffitás Tristan og Basshunterinn, en við skuldum íst auglýsingadrengir og hendi þér. Við á Walk-On eigum ekki djúpsteikingarpott. Walk-On, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Karamellu súkkulaði með lakkrís og karamellu fyllingu. Hversu mikil karamella er eiginlega í því? Karamellu perlustykki er glæný viðbót við lakkríslínu Nóa Sirius. Næstum og gott til að vera satt. Er ferming í kortunum? Þá er frábært að geta reddað öllu á einum stað. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind.
Fjölskyldutilboð, 4 aktu-taktu-borgarar, franskar og 2 lítrar kók. Aktu-taktu. Big Sean spilar á Secret Solstice 16. til 18. júní. Miðar til sölu á tix.is. Apple TV framtíð. Ekki vera ferköntuð. Epli, Laufey og Smáralind. Mamma, þú har skona á adidas.is. Ertu of latur til að fara út í búð? Farðu á fitnessport.is og vestlaðu þar. On the line. Spennan magnast. Bestu liðin í Dominos-deildinni takast á í úrslitakeppninni og við stöndum okkar vakt á Dominos. Já, við erum svo sannarlega tilbúin. Dominos. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Fötin, skóna, skartið, borðbúnaðinn og veislumatinn. Úrvalið er endalaust. Kringlan. Af öllu hjarta. Hof fasteignasala. Lykill að farsælum viðskiptum. Stöð 2 Sport verður með beina útsendingu frá Invicta FC 22 þar sem Sunna Tsunami Davíðsdóttir keppir í sínum öðrum atvinnumannabardaga. Sunna mun berjast við Mallory Martin en Sunna vann yfirburða sigur gegn Ashley Greenway í sínum fyrsta bardaga á Invicta FC 19. Invicta FC 22 og Sunna Tsunami. Laugardagskvöld. Tryggðu áskipti síma 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sæti. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Hér á FM 957. Strákar, ég hef sjaldan verið betri í hvernig þið. Ég hrikalega góður. Ég er besti dagur. Ég er samt stressaður. Þetta besti dagur æfi mína. Ertu stressaður þá fyrir Jónas eða? Nei, ég er stressaður út af Jónas. Já, ég er rosalega stressaður að fá beisöndir í spjall. Það er mjög eðlilegur, þetta getur að stressaður fyrir. Ég er stressaður fyrir Íslands hönd og Tindastólshönd. Það er Keflavík Tindastól í kvöld og svo er Ísland Kosovo. Förum aðeins hratt yfir hérna Keflavík Tindastól. Hvað þarf nákvæmlega að gerast? Eru þínir menn með allt niður sér? Eru þið dottir út? Dottir út við tapa. Hvað er staðan í þessu? 2-1 Keflavík. 2-1 Keflavík og þetta er fyrstur upp í 3. Já. Eina sem er, veist, ég verða að gefa Keflingu það. Þeir eru með gott lið og góða stuðningsmenn. Þannig að enn auðvitað vil ég Tindastól. Það er erfitt fyrir mig, sko. Ég er mikill kef og þetta er ekki erfitt fyrir þig. Þegið. Hvað heldur með Tindastól? Persónulega finnst mér Keflavík vera æðislegur bær, sko. Já, alltaf gaman í Sönni Kef. Þannig að þetta er erfitt fyrir manna. Nei, þetta er ekki erfitt. Ég fór með þér á handboltaleik. Þú skuldaði mér leik. Ég veit að, málega, ég skuldaði leik. Ég spurði hvort þú kemst með til Keflavíkur kvöld. Nei, þetta er alltaf sama sagan með þér. Veistu hvað? Nú er það loforð. Ég ætla að segja þetta núna í beinni útsendingu. Þetta er loforð. Þegar þið vinnið það eftir, ekki ef. Þá förum við saman á sunnudaginn á Sauðárkrók. Þá förum við saman á krókin á sunnudaginn á úrslitaleikin. En þú Blöð, þú veist að... Maður sé að shake on it. Þetta er shake on it. Ok. En Blöð, þú veist það, hérna... Við vorum ekki allsberir á Sauðárkróki að skrifa bréf. Ég og Steinþór. Það var enginn í því. Þannig við erum kannski ekki með sama passion fyrir Tindastól og þú, sko. Það var enginn í því. En menn tala um að bakari, þetta er besta bakari á landinu. Það kemur í ljós. Manst ekki þú lást á stofugólinu heimahöður og parkettinu allsberir að skrifa bréf? Nei, því að það gerðist ekki. Ég skrifaði bréfin, ég var í fötum í svona 100. sinn. Býttu, varstu inn í stofu? Nei, ég var inn í herbyggi. Það er komið að dagskráralið sem heitir Mynduru fyrir cash. Yes. Þann hét Mynduru fyrir pening en svona bara eigðulega það. Mynduru fyrir cash, KASS. Við erum búin að sponsa hann dagskrálið. Þetta er ekki flóknar að það. Og ef þú ert átt fyrirtæki og vilt sponsa eitthvað annan dagskrálið þá bara sendu mér PM. Nei, það var nú að heyra bara í sölumönnum hérna FM. Það vona þú sett ekki að selja þetta sjálfur hérna út í bæ. Mér finnst mjög bólinn af sem sponsaði mig. Ég vil sponsa dagskrálið. Ég vil sponsa alltaf dagskrálið. Já, fara hópast í á þér. Slúðrið er í boði, þú veist, eitthvað 10-11, eitthvað kameri. En ég ætlaðist að trailerinn á fyrir þig hérna, en hann er ekki lengur. Víst er hann. Þú reynir þetta alltaf. Nei, hann er ekki hérna. Svona allir slett, ég held að sé búið að reynsa til. Ef hann er ekki hérna, þá er Ríkharð Óskar Guðnason rekinn. Maður sjá, hvaða trailer er þetta? Þú ert farin að selja auglýsingar á stöðina og reka dagskrárstjóran hérna. Heldur menn í góðu stöðinu. Hvað var þetta? Nei, þetta er eitthvað allt annað. Já, ég meina þeir eru allir eins, þannig að þetta var bara trailerinn og byrjunin. Ég held ég aldrei heyrt hennan á það. Jó, þetta var fyrir stuðlagi. Er þið tilbúinir, drengir? Já, við erum klárir. Fyrsta spurning. Hérna, hún tengist gestunni sem kemur í dag. Ok, Jónasi. Já. Mundu þið aldrei aftur hlusta á Basshendur fyrir 15 skall? Já. Ég get afsakið fyrir
15.000 kall. Ég get hent bara mjög hratt í svararna. 15.000 kall? Það var já. Ég meina fyrir 15.000 kall, þú getur keypt nóg af bræðarinn fyrir það. Ég myndi ekki taka þessu og þú myndir leggja inn á mig núna 20 milljónir. Segðu nú satt. Ég tók oft í vinnunni. Ok, stendur svona grínlegt, fyrir 15 skall myndur þú sleppa þér? Alveg bara pottjött. Sko, en máli en Egill, ert að segja mig það að þú getur ekki sleppt að hlusta á Bótin Anna. Þú hlustar ekki það ofta á það? Ég er ekkert mikill að, ég hlusta minnst á Bótin Anna öllu lögunum hans. En segðu mér alveg satt núna, Egill, ekki spila eitthvað töffara í leðubuxum og þú sért að fara að gigga með honum í kvöld. Þú myndir aldrei aftur hlusta á Beisandir og þú myndir fá 1 milljón fyrir það í Skjalatöf, sko. 1 milljón? Já, verður hreinskilið. Takk þess að milljón trottinni. Verðlegguru andlega veljiðan eða? Þegar oft ég í vinnunni og ég svara e-mailum. Þú átt svo mikið af þessu skýtum. Og ég hugsa, ok, það er álag á mig núna. Ég þarf aðeins að slappa af. Það fæ mér ripper og ég set á Every Morning með Beisandir sem eitt besta lag sem ég æfni. Og ef ég get ekki sett það á en okkur myndir þú ekki bara setja í staðinn Blow My Whistle og þú millifara á mig milljón, hvað gerir það fyrir mig? Ég er ekki bara að millifara á þig, ég hef engan áhuga á að millifara á þig. Já, ég get sett á Soccer My Lollipop sem er mitt líka mjög gott, sko. En Beisandir bara á það mörg góð lög og fyrir svona ræktarfíkjur sem mig á GIMP-playlistanum mínum, þá á hann 50% af lögum. Þú myndir gera fyrir 10 milljónir, staðfest, ekki reyna að segja mér annað. Glimtu, annars hætti ég að hlusta á þig. Ég get bara ekki kvittað þetta. Víst. Þetta er bara peningar, þetta er ekki andleg velja nr. 1, 2 og 3 og líkamlega heilsa. Nú ætla ég að tjekka eitt. Ég hef spurt ykkur 3 ára áður. Nú er ég búin að hækka upp þennan vel og ekki eitthvað svona segið þið satt. Já, vera bara lofið, af því að við ljúum ekki að hlusta þetta. Ég lík aldrei í svona þetta. Ok, nennu að segja bara, ég sverða upp á Ronju, ég segi satt núna. Já. Ná, segðu það. Nei, ég finnst ljótt að segja það. Gerðu það sann, svo ég veit þú sverði satt. Ég ætla bara að segja satt. Ég var eitthvað gagnrýndur hérna á Twitter í dag fyrir að segja ég sverði upp á líf mitt. Já, Já, þetta er ég hef aldrei lendið því að 35 ára gamall maður spyrir mig sverði upp á líf einhvers. Ég ætla bara að segja það satt. Já, en það er ekkert mikið að 35 ára gamall en ég með gruna hvað þú ætti að fara að spyrja um. Sköllóttir. Já, ég vissi það. Já, af því ég vil fá bara hreint svar núna. Myndu vera sköllóttir það sem eftir er fyrir 700 milljón. Það er hæsta uppá sem hefur komið í F95 blöð. Hvað þetta var það? Shit. Já, hvað djúsana vel upp? Þeir eru búin að neita skrítnum upp að þeim. Þú fær 700 milljónir, Steindi, segðu satt og þú vart að vera sköllóttir það sem eftir er. En sko, núna kem ég aðeins inn á eitt. Ég veit ekki hvað Steindi var að hugsa. Þið áttu okkur því, ég er ekki að fá krónu fyrir þetta, sko. Nei, ég veit það, sko, það er bara eitt sem þú áttu á blöð. Þegar þú ert að renna í gegn hárnæringunni í sturtunni í gegnum háröður og það svona í gegnum svona þegar hárnæringin fer inn í þykka háröður og þú svona nuttar höfuðkúpulegrið og síðan þú skólar hárnæringun úr ég basically meina að það sé ekkert að verðleggja það moment, sko. Guð minn góður. Jésús, almáttur, ég okkur að spyrja þessu. Ég vildi bara fá hreinskilið svar. Segðu mig núna Egill. Málega það, ég er sammála Agli, þetta er rosalega fín tilfinning. Þú ert ekki svona hár til að setja hárnærung í? Já, ég náttúrulega þurfti að Svo ertu alltaf eins og svampur til fara, þannig að það er ekki eins og þú sért að þrýfa þér hárið, maður. Er ekki eins og ég þrýfa mér hárið? Hvað er þetta að bulla hérna? Ég veit að þrýfa mér hárið. Ok, ég veit ekki að ég nýt mín ekki alveg jafn mikið og Egill með hárnæringunni á hárinu. Ég skellin í og nutta fast og þrýfa núr. En, sko, það er Þetta er life changing upphæð, sko. Já, ég gæti Og áttið ykkur á því að það eru sköllótti menn að hlusta líka. Ég er ekkert eini sköllótti maðurinn í lífi ykkar, sko. Alls ekki, málega það að það virðist vera Mér finnst það virðist vera þannig að þeir sem verða sköllóttir og missa hárið það einhvern megin hefur samt svona ég myndi að segja að vera 98% tilfella ferða þeim vel. Veistu hvert er það? Það fer þér ákveðlega að vera snóðar. Já, sko, ég er með mjög mikið örum á hausnum. Ég var algjör læti með þessi krakki. Ég var alltaf að skalla veggi og detta á steina og detta ég var að hringi Jón Ársæl, ég vil bara fá svar hérna. Mér er alveg saman hvernig þú varst í æsku. Ég held því sem er fæðingarblett líka á hausnum. Frábært hjá þér, ætlaði að segja já eða nei? Svo stóra Sko, ég veit að 700 milljónir er þú hættur að vinna og þú getur bara fara á snekkjuna hérna verið á beni á ströndinni allan daginn. Ég held þú getur verið á beni allan daginn. Ég veit ekki með snekkjuna. En ég fæ ekki aldrei momentið. Nei, þú fær ekki það sem þú varst að tala um. Ég er ekki að tala um annar moment núna.
þegar þú ákveður að fara og fáið sundsbrett í sjónum á beni og þegar karakterið lappið þegar þú lappar upp úr og þú lætur hendurna leikum hárið og þú lappar upp ströndina það er dögt. Ég að missa miklu í lífinu Nei, þú getur alveg nutta vatnið af skallan. Já, ég ger það. Nutta vatnið af skallan. Það tala um að hrista þið svona hægt eins og hundur. Skil það því niður að segja nei þessu. Nei, hættu þessu bulli. Þetta er kjaftaði, ég veit úr það fokkin ljúa. Afsakið orðbræði, þetta er bara fyrir töðum. Ég veit úr það bulla. Þú veit finna lyktina af gelunum mínu. Þú veistu hvað er góð lykt. Það er ekki talandi við. En sko má vera, en auðvitað bað okkur að vera alveg. Þú segir já. Nei, byrju, hann bað okkur að vera Það er bald piece of shit. Nei, hann bað okkur að koma. Strákar. Þú vart ekki eins og stera hvað við drengum. Ég veit ekki hvað maður á að kalla það. Bláðra. Bara svo okkur bláðra. Auðvitað bað okkur að vera alveg honest. Lítið leður bláðra. Drullaður út úr stúdíónu. 100% honest. Þetta áttur eitthvað F95 blöð, ekki F95 gils. Drullaður út. Ok, þú segir bara, er það að loka svarið þitt? Að þú ert með? Já, að það maður geta komið úr sjónum og hrist á sér hárið og sett ógeðslega góða lyktina gelunum sínu. Af hverju kaupir ekki bara rakspíra eins og aðri menn? Það var góð lykt að þér, svona til tilbreytingar. Þetta er náttúrulega rosaleg uppæð og sem fjölskyldu maður Vistu, ég held ég verði einfallega að kasta nei á þetta. Fuck it, þetta er mesta kjæftað sem ég hist. Ég mun aldrei aftur spyrja þessa spurningu. Ég held bara 700 miljónir væri nóg. Hressandi fyrir okkur sem að fá mikið krónu fyrir þetta, en áfram í lífi. Fylla grænmetisskóta dagsins. Fáðu bara Green Mile og Joe and the Juice. Avocado, epli, lífræn sítróna, spergilkál og spínat. Joe and the Juice. Coca-Cola og Domino's kynna stórmyndana Power Rangers. Frá þeim sömu og færðu ykkur Hunger Games myndirnar kemur inn flottasta mynd ársins hinna mögnuðu Power Rangers. You must become those warriors. Power Rangers, sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Paramount Pictures kynna Ghost in the Shell. They did not save your life, they stole it. Mögnuð hasamynd með Scarlett Johansson í aðalhlutverki. They created me, but they cannot control me. Ghost in the Shell, frumsýnd 31. mars. Nýtt kombotilboð á Grill 66, El Rino ostborgari, franskar kók og Sirius rjómasúkkulaði á aðeins 989 krónur. Grill 66, við erum á Ólís. Protein Balls eru ljúffengar próteinríkar hrákúlur. Þær eru án viðbært sykurs, glúteins og soja. Veldu þitt prótein og bragð. Þú finnur Protein Balls í öllum helstu matvöruverslunum. Tilvalið í pakkan fyrir fermingarkrakkan. Snjallsímar, hátalarar, heyrnatól, leikjatölfur, símahulstur og margt fleira. Kíktu í næstu verslun Vodafone eða á vodafone.is og fyndu snjalla gjöf fyrir ferminguna. Vodafone, við tengjum þig. Við á Walk-On eigum ekki djúpsteikingapott. Walk-On, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Secret Sources kynnir Foo Fighters, The Prodigy, Rick Ross, Big Sean, Richard Ashcroft, Chaka Khan, Anderson .Paak og fleiri stórkostlegir tónlistamenn. Ekki missa þessari veislu. 16. til 18. júní. Miðar á tix.is. Ibuprofen Brill. Í næsta apóteki. Ibuprofen Brill. Sött án samvinskubits. Kúliakan, Suðurlandsbraut 4. Þú fer með bílinn í skoðun reglulega, ekki satt? Hvers vegna ferð þú ekki reglulega í skoðun? Styðjum grunnrannsóknir á krabbameini. Blái naglinn. Crispy kjúklingavangir, safaríkur hamborgari og súkkulaðishake. Roadhouse. 5 í fötu. Það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það er réttið þessum snilling, það er Keiluhöllin í Egilshöll sem færir ykkur FM 95 blöð og við þökkum kella fyrir það. Þeir sína sjálfsögðu leikinn í kvöld Ísland-Kosovo og þar verður geggjustemming 2-1 og já, ég veit ekki hvað, henda sér svo í Keilu. Hvernig virkar þetta? Ef við vinnum í kvöld, hvað þýðir það fyrir okkur? Já, vorum við bara áfram í góðum séns. Erum við núna, hvar erum við í riðlunum? Þannig að koma mér alveg inn í þetta bara að nota. Við erum í 3. Ég skal fara yfir þetta eftir. Ok. En það er eins og að komið að dagskrárlið sem heitir Kaffi Társ Tristan. Já.
En þið sögðum mér að þið ætla að vinna með annað nafn í dag heldur en Tristan. Já, sko, við hringdum áðan. Við hendum okkur í klefa og hringdum áðan og það sem við vorum að vinna svolítið með eins og við gerum ótt með engamálin að við hringdum bara einhvert. Já. Og ég skólaði hann til. Já, hvað var það sem að þurfti að koma fram? Sko, af því að við erum ekki Kristan. Af því að Egill breytti til. Hann heitir Jónas. Ég heiti Jónas, ég heiti Kaffetási Jónas. Hann er fasteignarsali og plötusnúður. Jónas, fasteignarsali og plötusnúður. Það er að koma fram. Sem er náttúrulega alveg hrikalegt koncept, sko. Og það sem hann á að segja hann á að koma fram, það er enginn að selja eignir í dag. Enginn. Nema hver? Jú. Er ekki allir að kaupa? Þetta er handrit sem hann er búin að henda. Það vantar eignirblöð. Það er enginn að selja eignir í dag. Enginn. Nema hver? Jú, rétt ég, Jónas. Seldi einn 85 milljón króna eign á hann í Breiðholtinu. 85 kúlur. Og fyrir ykkur sem vitið ekki, það eru kúlur milljónir. Nei, það þarf ekki að segja það. Eins og heyri það nóg til. Koma því fram. Segðu síðan, Steinar, ég sitt í aftursæti á glæsibifrið, í engu nema Billy Boy. Segðu upp, þú vinnur ekki lengur, ég pikkaðu upp, sest á Billy, tökum leikil, treystu Jónasi. Það er alveg ógeðslu náðingi, eins og Tristan. Hvað er það með Billy Boy alltaf? Þetta er rétt hér, þetta er náttúrulega alveg, þetta er algjör viðbjóður, Jónas. Tekum á Kaffetási Jónas. Já. Já, Klara. Já, hún. Kottu sælublessuð, Jónas heiti ég. Hvað er þú stödd? Á Kanarín. Á Kanarí? Já. Herðu, það smell passar þá. Þá er ég að hringi í réttu mannesku, réttu Klöru. Nú? Já, ég er sjálfur stattur á Kanarí. Nú? Ég heiti Jónas og ég er fasteignarsali og plötusnúður. Fasteignarsali og plötusnúður? Já, og það er engin að selja eignir í dag. Klara, enginn. Nema hver, ég, Jónas. Ég seldi áðan 85 milljón króna eign í Breiðholtinu, bara í gegnum interneti. 85 kúlur. Það er bara ekki þannig. En af hverju það ringi mig? Ég sá þig í gær á Kanarí. Ég var að fá mér uppáhælling. Ha? En mér langaði að rétt að koma inn á eitt að fyrir ykkur leikmynda þá eru kúlumilljónir. En það er nóg til, Klara, það er nóg til og... Nóg til að hverju? Ég er ekki alveg að botna þetta. Klara... Þetta er Jónas hérna, hlustaðu mig, fasteignarsali og plötusnúður. Já, mér er alveg sem að þú sett fasteignarsali og plötusnúður, ég meina, hvað viltu mér? Ég var til að myndi treysta mér. Það myndi treysta Jónas aðeins og ég myndi sækja þig og eftir á glæsibifrið. Já. Og við myndum taka smá rúnd saman. Ég er ekki alltaf í lagi með því. Treystu mig, Klara. Hvar sástu mig á Kanaríum? Ég er út á Kanarí líka. Leiðu mér að koma og sækja þig. Við getum fengið okkur leikil. Leikil á hverju? Það er nóg til, Klara. Ég er fasteignarsali. Ég er ekki alveg... Ég er alveg saman þú sett fasteignarsali og plötusnúður. Ég bara þekkið ekki, nei. Klara, breytum því. Já. Við getum breytt því. Breytum því? Leiðu mér að sækja þig. Ég er bara engan á að breyta því. Gerðu það, Klara. Leiðu mér að sækja þig og sest á Billy. Fáum okkur leikil. Fáum okkur leikil. Fáum okkur leikil að hverju? Breytum þessu rugli. Förum og treystu mér. Treystu Jónasi. Ég treyst ekki okkur manni til að fara að sækja mig ykkur á glæsu kerru hérna á Kanaríum og fara eitthvað og fá okkur leikil og fara út. Nei, þakka ekki alveg fyrir. Klara. Já. Ég er ekki vanur að tala í kringum hlutina. Ég ætla að koma með beintaefninu. Ég er skotin í það. Ég er skotin í það. Ertu skotin í það? Þú hefur ekki séð mig og þú veist ekkert hvað þú sett skotin í mér. Ég veit ekkert hver þú ert og ég veit ekkert hver þú ert á Kanaríum og þú veist ekkert hver ég er og ég bara... Ég læsti 85 milljón króna samning á hann. 85 kúlur. Ég kemur það bara ekkert við hvað þú varst að selja ykkur að fasteignum, maður kemur bara ekki raskat við. Ég þekki ekki neitt. Ég er ánskota saman þú sem ykkur helvítist plötusnúður eða TJ. Gerðu það fyrir mig. Nákvæmlega saman. Nei, ég er ekki að fara út með þér einum eða neinum. Ég kem á limósíu og ég er í engu. Ég kem á limósíu. Sæki þig í engu nema með Billy Boy á mér. Ertu bangið minn? Og við fáum okkur leikil. Leikil á hverju? Hótelherbyggi eða hvað? Já, nú á kókaini, Klara. Þegar ég nenni svo helviti spullvekki hérna. Klara, treystu Jónasi. Treystu Jónasi. Herðu, þar þú bara seldu þína fasteignir og verður GTX-ar út í bæjum, ég kemur þetta ekki við. Fílingur snillingur, Klara var ekki til í Jónas. Nei, ég skil hana mjög vel. Ég ætla bara að nýta tækifærið og kasta kveðja á hana. Fílingur snillingur sem hún er og ég vona hún hafa það gott út af Kanarí. En veistu hvað Klara sagði við þig?
Hún sagði, nei Þú ert ekki típan sem ég finn mig heim Elskan mín, veistu ekki hver ég er Ég með þunga og followers á Twitter Yeah Ég og þrápúlu hunda Ég og þeir erum vegan Og þetta grænmeti heimarækta Við tvö gætum allt Nú þöttum okkar draunum Og listamanna launum Getur farið hver sem Akranes í Búðardal Væri til í búa þar Með þig Nei Þú ert ekki típa sem að ég finn mig Strákar eins og þú að reyna að spila ekki leik Nei Þú ert ekki típa sem að ég finn mig Strákar eins og þú að reyna að spila ekki leik Ég sagði nei Þetta nákvæmlega sem að Klara sagði við Jónas hér í símtalið rétt áðan. Hún var ekki til í plötusnúða fasteignasala. Því líkt blanda líka. Já, þetta náttúrulega mjög sérstök blanda. Ég held að sé engin fasteignasali og plötusmörð núti. Já, ekki, aldrei að segja aldrei, Steinþór. Það örugglega til fasteignasali sem líka plötusnúður. Það hins vegar komið á dagskrálið sem heitir spurningakeppni Gilsarans og við glemtum alltaf að spyrja þig Egill, hvað þema dagsins? King of Base Hunter. Nei Þetta að vera full mikið Er allir þátturinn hann? Nei Og hvernig þetta að vera King of Base Hunter? Ég held að Jónas sé búin að vera sko, í hverju einustu innkomu. Spurningakeppnin Jónas. Þú hendir Tristan. Ég var Jónas á hann sko. En býttu hvernig verður líka King of Base Hunter? Það bara svona hver sem á mest sameigilegt með Jónasi. Akkur það ekki frekar bara King of the Base? Og það hann heitir ekki The Base, hann heitir Base Hunter. Og hver sem sést hver líkastur Svíjarnir að vinna svolítið með bass in the end þarf ég að lappa hérna út úr stúdíónu og geta borið höfuðið hátt sko. Hvað mennur? Við erum að fara í spurningakeppni sem heitir King of Base Hunter. Ég er að vona að Steindi vinnuna. Þetta svona keppni sem ég vil ekki vinna. Ég held að bara gæti gunna. Fæ ég trailer það? Nei, negative. Jesus Öll vinna sem að leggur í þetta Og hvað fæ ég fyrir það? Engin vinna lögð í þetta. Haltu bara áfram með þetta. Nothing, það sé það fyrir það. Ég get haft hann undir fyrir þig. Já, létt undir, takk. Já, maður sjá, finna þetta hérna. Hann hér. Okay. Ask you a question. Okay, and I'm gonna need an answer. Já, rétt. Okay. Við erum búin að heyra nóg á honum. Hann líka undir. Spurning nummer 1. Og hér hefst keppnin. Já. Hefur þú farið til Svíþjóðar? Já, ekki bara farið til Svíþjóðar, ég búið í Svíþjóð. Vá, þetta getur verið 2 stig á blöð. Næstum því 2 punktar á blöð. Einn er nóg fyrir mig. Mér finnst í alvegni, ef ég var hreinskilinn. Þú farið til Svíþjóðar líka. Já, ég farið þangað, en að þú bjóst þar, ef ég var alveg honest, 2 stig, alltaf. Spurningi var, hefur þú farið til Svíþjóðar? Nákvæmlega. Báðið fá punkt. Þetta er ekki fyrsta sinn og ekki síðasta sinn sem þú byrjar að svindla í þessum dagskrálið, Steinþór. Ég fór eina helgi til Malmö. Spurning nummer 2. Talar þið sænsku? Nei. Jag pratar lite svenska, men ni förstår mer. Punktur á blöð. Sagður eitthvað sem ég veit ekki hvað ég er sko. Herðu, þú getur verið að tala við. Þú verður að spjalla við Jónas á sænsku. Ég er ekki það góður. Sko, ég bjarga mig þegar ég fullur. Reynum það. Skýði auðmingið. Nei, ég er góður. Reynum það eftir samt. Þú bytta bara að kasta einhver á þig og tala við þig hratt á sænsku. Sjá hvort þið skilja. Ef hann tala hratt á hana ég aldrei. Það getur bara beðið að tala hægt sko. Almennilegur sko, tala hægt fyrir þig sko. Já, vá, gerir hann bara allt. Næsta spurning. Blöð með dominating lead 2-1. Nei, ég er með einstegs fórustu. Hvernig getur það verið dominating lead? Ég held að það verið 3-1 í þessu. Fílar góðan bassa? Nei, svo sem ekki. Það besta við þessum lög er bassin sko. Nei, ég er bara ekki í þeim lögum. Já, sko, þú veist Bassar ég hlusta R&B og rock. Það er ekki bassi. Það er náttúrulega rosalega bassi samt í sko. Ég meina að þú ert að hlusta til dæmis á Gísla Pálma eða Aron Kahn eða Gísli Pálma bæði hitta upp í kvöld fyrir Jónas. Já, en jú, auðvitað ég elska bassa. Ok, stig á Steinda. Hver fílar ekki bassa? Ég. Allt lóðrið niður þig. Ég fílar hljóðfærið bassa. Hefur þú leitað að bassa? Hef ég leitað að bassa? Hljóðfærin þá? Nei, bara, þú veist ég er stattur einhver staðar, ég heyri smá í bassanum og ég er að fara og reyna að komast nær honum. Eitthvað svoleiðis, já? Nei,
góður. Ekki reyni þessi blindfullur af afreikstar í útlöndum og langar að djamma lengur. Það er punktu þar blöð, sko. Ég er ekki að leita bassan. Nei, þá er bara að leita tónlist. Nei, þú hefur samt verið að leita bassan. Hvað dróði að þessu? Tónlistin? Nei, ég er að svara hérna bara honestly. Ég er ekki að leita bassa og aldrei leita. En að þú ert langt í burtu frá skemmtistað og þú heyrir þá aðalega bassan, myndi ég halda. Nei, einu sinni heyri ég Smells Like Teen Spirit, það er nú ekki mikill bass í því. Vist bass í því, bass í öllu. En þetta var stig á Steindór. Akkurru? Þetta hljómaði þannig, þú var að fíla bassan. Já, það var spurningin á undan. Þú er ekki leitað að bassa? Nei, ég hef aldrei leitað. Þú er ekki hunt for the bass? Nei, ég hef aldrei huntað fyrir bassan. Aldrei. Spilar reglulega tölvuleiki? Nei. Já. Það er punktur á Steindór. Laglegt. 3-2. Hörðu, blöð. Þetta sína Jónas sem vannvinningu vil ekki vinna King of Bass Hunter. Giggaru reglulega helgar? Já, sem veistlustur en ekki sem tónlistamæður. Spurningi var, giggaru reglulega helgar? Já, þetta er já hjá báðum. Með einhver spurning, sko? Já, þetta er já. Hefur þið farið til Dubai? Nei. Álur skellur, hann á heim í Dubai nefnilega. Bífar. Á hann heima í Dubai? Á hann heim í Dubai, hvað ætlar að gera í því? Ég ætla að gera volítið og bara sem kemur klára. Þú getur valið 2 valmöguleika, búa í Svíþjóð eða Dubai, hvað velur þú? Bita þess, let me think. Dubai? Já, ég sennilega velja Dubai. Já, rétt. Hefur þú performað á sviði fyrir 15.000 plus manns? Já. Þjóðatíð. Punktur að báða það þar. Er DJ Donut ekki bæði plötusnúður og fastegnarsal? Hver var að henda þessu? Var þetta á Twitter eða? Það er DJ Donut Plutusnúður og fastegnarsal. Nei, hann fastegnarsal. var bara fastegnarsal í einhverju roleplay. Já, í hlutverkuleik. Það er ræðilegt kombo, sko. Þetta er skrítið kombo. Hefur þú tekið í vörina? Þú hefur tekið í vörina, ég hef hort að þig. En ég er hættur. Akkur spyrði ekki tekur í vörina? Þú veist ég búin að vera hættur í mánuð. Það Jónas tekur í vörina. Já, ekki ég. Ég spurði ekki að hefur þú tekið í vörina? Já, það er punktur að báða. Þú tekið í vörina til það? Já, ég er bara í ferðalögum. Ég held að þú væri bara fastrækja. Steindir í öllu. Hann er líka að veipa á. Ertu með þykkt fallegt hár? Nei. Yes, loksins græði að vera sköllóttum. Ég sett ekki. Nei, ekkert hár. Steindi með það. Punktur að steinda. En það er ekki þessu. Ef þú horfir á hárið að mér. Það er bara mjög þykkt og fallegt. Þetta er punktur. Það mætti deilum að hvort það væri rosalega þykkt. Nei, það er mjög þykkt. Er það þykkt að, er þetta bara stiga? Þetta er ekki stig fyrir þetta er punktur að þú ert að standaði mjög vel í þessari keppni. Steindir að vilja það ekki. Já, jafnt held ég. Nei, þú ert einu punktir. Hefur þú deytað dömu sem hefur haft það af atvinnu að leika í fullorðismyndum? Nei, hvað er það? Það er bara basic spurning það er krifjalt gerði hann það? Já, bara einhvern tíma kærastu sem hafði þetta atvinnu, ég veit það ekki. Það er málið. Ég held sko ekki það að ég sé að dæma það neitt. Ég held bara að þú myndir vita af því að við hefðu verið að því. En býtu, hérna hún Sigrún þinn, var hún ekki Astrafix 6? Var hún bara að sjá hann púrið þar? Sá hann bara smikið? Er ég að horfa framan? Ég held ég sé að horfa framan í Jónas. Nei, hann er ekki komin. Hörðu, þetta er búið. Steinþór er King of Bass Hunter. 7-5. 7-5? Nei, það var 6. Það var 6. Það er 7-5, þú pakkar þú saman. Ég held að hafi nú verið 6-5. Þú pakkar þú saman. Þetta er komið. Þú ættir nú að fíla þetta lag, Steinþór. King of Bass Hunter. Ég hef ekkert að móti þessu lagi. Hér eftir smá... Nei, þetta er þetta mjög flott lag. Hér eftir smá stund kemur Bass Hunter sjálfur í spjall. Hvaða motta ætli fari mér best? Zappa eða Super Mario? Veldu þér lykilviku í mars á ob.is. 5 krónur á lítranum til Mottumars og 13 krónar afsláttur til þín í heila viku. OB og Mottumars. Það fyrsta sem þú ferð í, það síðasta sem þú ferð úr. Misti, undirfött fyrir þig. Misti, Laugavegi 178. Húsfélag var skuldsett og leysa þurfti úr ýmsum málum. Við leitum til eignarreksturs sem tók strax til hendinni og kom okkur að rétta braut. Þau veita persónulega og framúrskarandi þjónustu. Ég mæli hiklaust með eignarrekstur.is fyrir öll húsfélag. Inn í hjarta Mosfellsdals leynist uppskrift sem í áratugi hefur mótað Mosfellinga. Hið góðsagnakennda kryddbrauð. Hvíti riddarinn. iPhone SE, ódýr og öflugur.
iStore, sérverslun með Apple-vörur í Kringlunni. Eini Evrópumeistaratitillinn sem mælist í miljörðum. Potturinn stefnir í 5,6 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Nú eru sófadagar í Taco Habitat. 10-50% afsláttur af öllum sófum. Komdu og gerðu frábær kaup. Tech Company og Habitat, Skógalind 2, Kópavogi. American Bar kynnir Jack Friday. American Bar, staðurinn þinn. Ert þú að ferma? Þekkir þú eitthvað sem að fermast? Fermingaskórnir fást á adidas.is. Tudor rafgeimar með háu kaldræsuþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is. Ert þú svangur? Viltu alvöru bita? Kjúklingastæðurinn Suðureyri. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius. Landsleikirnir eru á lengjunni. Tippan á þá. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Það held ég FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957 og já, við erum komni með góðan gest hingað í stúdíóið. Hann mættur hér til Íslands til að spila á Spot í kvöld og svo á Sjallanum annað kvöld. Hann heitir Jónas en þekktari sem Bass Hunter. Bass Hunter, já. Welcome, Jonas. Thank you very much. Hi, Loisa. Hey, do we call you Jonas or do we call you Bass Hunter? My friends, they call me Bassy B. Bassy B? Bassy B, okay. I like that. Yeah. Bassy B. I'm going to call you Bassy B. Me too. Bassy B. Yeah, so how are you doing, Bassy B? I mean, you're providing me with beer, so you're my friends. So we can call you whatever we want. No, you can call me Bassy B. Okay, so you came in last night. Yeah, that's right. This is not your first visit to Iceland, though, is it? No, I've been here a couple times before, but... come on. Yeah, come on. Yeah, give him a beer. Give him a beer. It's Easter beer. No, give me a new one. You want a new one? Nýjan bjór handa manni. Gamlan páskabjór sem lá hérna. Yeah, I'm sorry about him. He's stressed around you. Is it okay, Jonas, that all them being bald, you still want to do the interview? That's okay, I can forgive that. But you have to take up your top, because, we have a DJ Muscle Boy. Yeah, yes, you have. How do you like that name on a DJ Muscle Boy? Well, if it takes off its top, then I guess we can know. I guess we will see that tonight, though. Yeah, because you're a successful DJ. Would you say it's a good DJ name or a bad DJ name? DJ Muscle Boy. It depends on what you want to try to achieve. If you want to make people, have fun and have a laugh and still be impressed at the same time. I mean, if you didn't have muscles, it would be quite a bad name. Yeah. I have muscles, Jonas. Let me feel it. That's my tricep. Yeah, that's your tricep. 0% body fat. So you were traveling all around the world. You were in Liverpool. Wait, 3, 2, 1. Oh. That is a beautiful sound. Oh. Skål. Ég er bara með Pepsi Max hérna. Skål. Rétt þú mér eitt. So you just came from Liverpool. Are you headlining every weekend? Well, basically what we do. I like to keep it. I tour for a month on home for a month. Okay. So I started doing a couple of shows in Denmark 2 weeks ago. Okay. And then we did I think 8 shows in 10 days. Okay. So back to back pretty much. Yeah. And then I had options to stay one night in Liverpool yesterday or fly here straight away, and that was an easy choice. Okay. It's nice to have. So it's always that busy, You're always like, you work for a month, take a month off. Yeah, we like to plan it that way. It works better. I don't like to fly away and do like a week and then fly home. Because I know, the gig life, the musician DJ life. You don't know anything about it. It's a tough life. No, he doesn't know. He doesn't know. No, but it's you know what it is. It's the airports and the traveling. That's what really gets you. It's not doing shows every night. That's no problem. It's going to the airport, check in, check out, and it really gets you. And I don't mind doing 10 shows straight after each other as long as you can drive between the shows. But
I understand. Your name is, I mean, everybody knows the name Bass Hunter, I think. But when you're walking around, like in Sweden, your home country, do people stop you and are you paparazzi then? It happens still. But I mean, it's been a long time now, you know. Yeah. After 2006, it's 11 years ago, I think, yeah. I kind of moved away a little bit from Scandinavia and started working more in the UK and the US. So I didn't really get much coverage, but it's good to be back, and I really want to start working like close to my home again. Yeah. Steinte, on your left side here, he really likes video games, and I was told that you were a big gamer. I just literally just came from the CCP office right now. Okay, online. Yeah. Okay, you went to visit them. Yeah. Sven, he just gave us the personal tour of the whole office. Okay, nice. They're quite busy now. They're having a fan fest on the 6th. Yeah. You are very big in that game, EVE Online, right? I'm both infamous and famous in that game. No, I've played it for quite a while, and so you just play on PC. You don't play on PlayStation or Xbox. No, I'm not a console guy. I'm a old school hardcore gamer. Yeah. Well, actually, consoles. So you play Counter-Strike also? I did play Counter-Strike 1.6, but I didn't move further from that. 1.6. I love Bass Hunter. You play when you're playing EVE Online. You have a couple of computers, right? I have 13 accounts, and 13 accounts. Yeah, and I play them at the same time. Wow. So. Sverre Bergman with the Skita Easy. We have a friend, called. He's kicking with you tonight. He's kicking with you tonight. You're gonna meet him tonight. Yeah, he's actually. He's quite a nerd. He plays Destiny a lot. Do you know the game Destiny? Yeah. Of course. Yeah. And World of Warcraft? Of course. Are you that kind of guy, you shit in pizza boxes, or do you go to the toilet and you clean yourself when you're playing? Well, it depends on what kind of battle you're in. I mean, I say you're not really a gamer unless you have pooed yourself at least 3 times. Because if going to the toilet results in you dying and losing all your stuff, so then you're not a gamer. Then you're not a gamer. But when you control 13 accounts at the same time, you can launch an amazing synchronized attack against one ship. Yeah, I can, but it can also go very wrong and you die in a ball of hellfire. We don't want that. So when you're not playing, when you're not touring, are you playing video games? Basically? Yeah, I mean, everyone have their own little rituals or things they do to relax, especially when you're staying in hotels. And gaming for me is a way to close out reality and just think into an alternative world, and in a way, even though it's stressful, it's relaxing for me at the same time. Okay, so, nice. We're going to hear one song, and then we're going to put you in speed questions. Yes. So we'll get to know you a little better. Fáum hérna eitt lag áður við ræðum meira við þennan, indalis snilling. Þetta er The Weeknd með I Feel It Coming. Við erum með Jónas eða Bass Hunterinn hér í spjalli. Prata svenska för fan. Fy fan. Er det bög eller? Okay, can you guys? Hversu góð svensku talar? Ja, jag pratar lite svenska. Okay, can you guys talk Swedish just for like 30 seconds, just to hear it? Okay, jag ska se vad man förstår. Var i Sverige bodde du någonstans? Jag bor i Finspång. Finspång? Ja, det är Norrköping. Ja, precis. Ja. Vad gjorde du där för något? Min far jobbade Modo. Va? Modo. Modo? Modo! Modo, Hörru, jag får en skilja ett och ett år. Du pratar bra Sverige, god. Ja, men jag drinkar, det pratar jag bättre. Det gör vi allihopa. Skål! Alright, that's it. I don't wanna, I'd rather learn Icelandic. It sounds better for me now, because if I start not understanding, so we'll just stop now with the Swedish. I want to talk a little bit about your achievements in football. Iceland? Yeah. Did you support us? Oh yeah, I did all the way. Oh, nice. I live in Dubai, and I was at a football place where we watched the England game. Yeah. And
I was with 9 of my English friends. Oh, okay. In a place where there was 2,000 English people. Wow. Did you support? Did you scream when we scored? I did. Well, okay. I said, wow! And I was pretty much the only one making how do you say, a happy noise in there. Yeah, when they were scoring. They have a big game tonight against Kosovo. I know, and we're going to watch it tonight. We're not going to tell you where, because we want some privacy. Yeah, well, of course. And Lars Lagerbäck, he's Swedish and he was coaching, so you have a connection there. But now we're going to put you in the speed questions. After the speed questions, we talk to you more about the questions. But first we just go through them. We're going to get to know you in 1 minute. Yeah, so you have to clear your mind. Just like when you're playing video games, clear it, because you can't say a wrong answer. It's just the first thing that comes to your mind. Yeah. Okay, are you ready? Yes. Okay, best movie of all time? Independence Day. Favorite TV show? Game of Thrones. Most beautiful woman in the world? My wife. Favorite food? Hamburgers. What do you drink when you're partying? Beer. What do you sleep in? A bed. Favorite team in the Premiership? Tottenham. Best country in the world? North Korea. I don't know why I thought about North Korea. It came into your head, I like it. Dream car? Fiat Uno. Best band of all time? Wilmer X. Best song of all time? What came into your mind? Oh, dear. Nothing came into my mind. Your own song, maybe? No. Are you kidding me? Are you insane, man? I was joking. There will be Venga Boys, Boom Boom. Boom Boom, okay. Det är gott svar. Would you rather have sex with a sheep and no one would know, or not have sex with a sheep but everybody thought you did it? I'll take the sheep then. Take the sheep and nobody knows? Yeah. No, okay. Honest, I like it. Hey, reputation is everything in my industry. DJ Muscle Boy is quite a character. Best video game of all time? EVE Online. Where did the name Base Hunter come from? Ass Hunter was already taken, so I had to put a B in front of it. Oh! Is that the truth? Well, you went from Ass Hunter to Bass Hunter. What do you think? Yeah, I believe it now. Look at me. Look into my eyes. Look into my eyes. Look into my eyes. Yes. Look at you. Okay, so let's go through it. You're a Tottenham fan? Mm-hmm. Yeah, I'm a big Spurs fan. I didn't. When you said championship, I didn't. No, Premiership. In the Premiership, I didn't get that first. It was. Yeah, I'm a massive Tottenham fan. Okay, do you go to the games? Whenever I can. Yeah. Yeah. Who's your favorite player there now? Well, Dele Alli has really stepped up a lot, good. And I mean Kane is great. He's just injured now, sadly, but no, we have a great team. Yeah. So you drink beer when you party? Yeah. The thing is, I change from, you know how it is when you go for a month, you kind of want gin and tonic, and then next month you go beer. Thing with beer is that when you drink beer a whole night, you get so heavy and tired and stuff. I mean, I'm not 21, I'm 32 now, so tonight I guess we'll be on the vodka, I think. Vodka? I have that feeling. Yeah. That you have this vodka, the Icelandic vodka. Reka. Is that what it's called? How many vodkas do you have? Do you have one type of vodka? Yeah, no, we have a couple of types. Is it a vodka that's called, because on the bottle it says Iceland or Iceland? No, that's a new vodka. When I was here last time, when I was here last time, I did that school thing. That's slow. Yeah, and at the football place, and well, we weren't allowed to. Okay, I'm gonna say it's a secret here now, and we weren't allowed to bring in any alcohol in there. To hide it. So we come in there, and there was no alcohol, and I said, "Where's the booze?" And they were like, "No, there is no booze here." So our organizer, he said, "Okay, I'll call my brother, and he'll come over." And he brought over that in a jacket. He brought over that bottle. And you smuggling it. That was the best vodka I've ever had in my entire life. Okay, nice. So I'm gonna find it. I'm gonna find it tonight. See if they have it. Okay, he can find it for you. He can find everything. Yeah, I can find it for you, no problem. So that's what we'll be drinking tonight. Okay, but Jonas, it's been a great pleasure having you here. Oh, it's finished already? Yeah, I think. We have to talk about where's the shows. We're gonna come on, Lena, let's go.
Hann er varinn búinn að skella. Þetta að sjálfsögðu á Spot í kvöld í Kópavogi. Og svo það Akureyri. You've never been to Akureyri though, where you're going tomorrow? I don't think so. No, that's probably, potted ekki. You're gonna love it. Norðurlandi, the north, it's the best. I've already heard. We went out a little bit last night. And I've heard a lot of interesting stories. Yeah, you can call Go it to like Sauðárkrókur. It's not far from Akureyri. Akureyri is city of joy. Yeah, it's very nice. And if you have time, it only takes you 70 minutes to drive to Sauðárkrókur, which is a very lovely place in the north. Don't do it. Yeah, go there. Jonas, trust me. Go to the bakery there, it's the best in the country. But Jonas, it's been a true pleasure. Have fun tonight and have fun in Iceland. Have a good one. Við skuldum auglýsingar, svo hér strax eftir auglýsingar þá förum við í sturlaða staðreyndir af hrossaskítur. 90 sekúndur í Jack and Jones Smáralind 30. mars. Hvað getur þú klætt í marga flíkur á 90 sekúndum? Þú færð að eiga allt sem þú getur klætt í á 90 sekúndum og átt séns á 100.000 króna gjafabréfi í versluninni. Þú getur byrjað að æfa þig að klæða þig í allt sem þú átt strax í dag, en mundu að skrá þig á Facebook síðu FM 957 og fylgstu með í beinni hjá mér, Rikka G, miðvikudaginn 29. mars. Því þá hringum við í 2 heppna stráka sem fá að taka þátt í leiknum. Ég, Rikki G, held upp í fjörunu og Ölgerinn sér að væta klerkarnar. Láttu þið ekki vanta í Jack and Jones Smáralind klukkan 18 þann 30. mars því þú getur átt von á óvæntum Jack and Jones afmælisglaðningi. Komdu til okkar og fáðu faglega og persónulega þjónustu. Höfðabílar, Fossálsi 27, Draghálsmegin. Það eru stjörnudagar á Subway. Komdu við og fá þér þinn uppáhalds 12 tómmu bát og miðstara gosi á aðeins 1.099 krónur. Hlökkum til að sjá þig. Subway. Tæknilega eru fermingargjafirnar hjá okkur. Vodafone býður upp á fjölbreytt úrval á flottum vörum til fermingargjafa. Snjallsíma, hátalara, heyrnatól, leikjatölvur, símahulstur og margt fleira. Vodafone. Við tengjum þig. Hannaðu þinn eigin lampa. Bjóðum upp á eitt mesta úrval landsins á tausnúrum og perustæðum. S. Guðjónsson, Smiðjuvegi 3. Norskur prins, ítalskur marmari, belgískar franskar. Reykjavík chips. Landsbankinn, Dominos og Viking Brugghús kynna. Mið Ísland að eilífu. Yfir 10.000 gestir í vetur og nú eru nýjar sýningar komnar í sölu. Tryggið ykkur miða á tix.is. Í mars ókeypis ástandsskoðun á bremsum í boði viðurkenndra þjónustuaðila Toyota. Við bjóðum upp. Svo hvað segir þú að stansa til að gleyma öllum áhyggjum? Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Ferskur matur sem hressir þig við. Serrano. Fresh, happy, Max. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Sænskur þessi, hann íslenskur og heitir Daði Freyr og lagið heitir Hvað með það? En við þökkum honum Jónasi eða Beisendir, kjallaði fyrir komuna og ég vil nú bara viðurkenna það, þetta er nú bara toppnáðingi. Já, hann er hress. Það er toppnáð, það er basically með sömu áhugamálu félagin, elskar boltan og mikill aðdáðandi íslenska landsliðsins. Pepp fyrir strákarna heyra það að The Hunter er aðdáðandi. Nákvæmlega. Og hann ætlar að horfa á leikinn aftur og fá sér kannski 1-2 kalda fyrir geggi. Já, heldur með Íslandi í kvöld og svo heyrðu við í hraðaspurningunum, hann heldur með Tottenham og... Já, akkur ég aldrei tekinni hraðaspurningunum. Hvað meinur þú? Því ég tekur mig aldrei þar, ég er Þú ert ekki gestur mjög frægur DJ, ég er ekki muscle boy. Hvað ert eitthvað rugglaður? Svo hann sagði, hann er mikill muscle boy maður og svo heyrði, sko. Já, ok, menn að Steindir að Reykja, þá get ég bara spurt þig. Besta mynd allra tíma? Braveheart. Uppáhalds sjónvarpsþáttur? Þú voru að svara strax, ekki biðum að fá fyrir hraðaspurningar og svara ekki. 2.5 Men. Fallegasta konu í heimi? Fallegasta konu í heimi? Rihanna. Uppáhalds matur? Humar. Hvað drekkur þú og djammar? Bjór og sem skipti yfir fljótt í vodka Red Bull. Í hverju sefuru? Nærbuxum. Uppáhaldsliðið í ensku? United. Besta landi í heimi? Ísland. Ekki Benidorm. Draumabíllinn? Pathfinder. Besta hljómsveit allra tíma? Bass Hunter. Besta lag allra tíma?
Rain on me. Hvort myndir þú frekar sofa hjá geit og enginn myndir frétta að því eða ekki sofa hjá geit og allir myndir halda á að gera það? Ekki sofa hjá hann að taka skellin. Lí, DJ Mölsuboy ótrúlegur tónlistarmaður. Besti tölvuleikur allra tíma? Duke Nukem 3D. Þetta svaðalegu leikur, gott Ég var að grenja með að reykja hann fá aldrei að fara í hraðaspurning. Ég mann eitthvað, þetta er stressandi. Ég stressaði stöðu bara þarf að stóra svo hratt. Já, ég sko tók aðeins með Basehunter. Já, varst að spila meira við hann? Já, má ég fara í hraðaspurningum líka? Hvað er þið, 10 ára eða? Akkur tekur aldrei tendið þetta? Hvað er þetta? Þú tekur aldrei okkur félag, við erum alltaf með þér og við erum alltaf föstu, tekur alltaf hérna Jú, bara svona 5 ári síðan gera svona upp á milli, en málið er það ég var að tala við hérna úti og ég ætla að taka allt tilbaka sem ég hef sagt neikvægt Basehunter. Hann er topp náungi. Þetta er samt eins og ég sagði líka. Málið er það, hann vann mig yfir. Ég var að tala við hann tölvuleiki núna á 1.000.000 á 4 mínútum og mér finnst þess að við ættum að hanga saman. Hvort langar meira að hanga með Basehunter eða Bjögga Tór? Hvernig gengur svo við náttúrulega? Tór er ekki gamer, sko. Nei, málið það, ég geti vel verið. Akkur haldið þið að Bjöggi Tór sé ekki gamer? Hann er 100% gamer. Akkur ætti hann ekki að vera gamer. En nú ertu bara að auglýsa 5 sinum í þættinu og vilja vera vinnur hans. Er ekkert að gerast þar? Mér finnst það frekar svekkjandi, ég veit ekki það. Það er ekkert mikið að gerast þar. Mér finnst ég vera mjagast í rétt átt með það. En ég býð eftir því að hann hafi samband. Ég veit að hann hefur pullið í það að hafa samband með mig. Það getur grafið upp númerið mitt. Egil kom samt með góðan punkt að þú getur aldrei orðið vinur hans. Þú getur verið einhver trúður út í hotni sem ert að leika með þeim. Akkur getur ekki verið vinur hans? Það er ekki pening. Ég meina það þurfa allir að eiga peninga til að geta hangið saman. Þú getur aldrei orðið alvöru vinur hans. En þú getur verið svona flipparinn í hotnunni sem færði að hanga með. Ég held þú sért nefnilega að miskila Bjögga vinn minn. Hann er ekki vinnur? Hann er kunni ekki með því alltaf. Ná, hvað hefur þið talað við hann? Ég myndi heilsa á móti götu. Hann myndi örugglega heilsa á móti. En sko máli ég segi baktir að leiða að ég verði að vinna Bjögga Tór. Hvað er með það? Make money. Út af því að sko ef þú býr til pening þá fara að hanga með mönnum sem eiga pening. Ég nenni ekkert að hanga ykkur peningavislum. Mér langar bara, ég ætlaði bara að taka eitt kvöld með Bjöggi Tór er ekki mikið að chilla með lagumannir umfattalagan. En byrju, getur, nú að því að Steindi, hann er náttúrulega þekktur og er leikari og svona, kannski hefur Bjöggi gaman á honum, á hann samt engan séns að vera vinna hans. Það er class clown, sko. En ef að markmið að sér að vera class clown, hann ringir í hann þegar hann þarf eitthvað pick me up og þú veist, og svona Steindi drullar yfir í eina rauða og hann er trúður í klukkutíma og fer, en það var genuine vinur hans. Ringi í hann þegar það er eitthvað bjartar á. Já, bara eins og Beckham með vinur hans. Þá þarf það að búa til cast einhver. Æ, það er bara satt. Þetta er bara Ég er að tala hreint fréttir. Ef fyrir það ekki alveg væðið, sko. Ég meina, ég skil bara ekki af hverju. Ég meina, hringjast þeir á. Ert að segja mér að Beckham hringja hann og segja bara, herru, nú er allt í ruglumar. Já, ok. Þeir eru bestu vinir. Hvað er innistæðan hérna núna? Erum við eitthvað að fara að tala um það, eða? Nei, þeir eru ekkert að tala um hvað eiga mikinn pening, en það er bara money follows money, segja þeir, sko. Það er það sem ég er að segja. Er ég að segja það? Það segja það enginn. Það er bara staðreynd í lífinu. Það er bara þeir sem segja það. Það er bara staðið money follows money. Því miður er það þannig, bara it's a cool world, Stenþór. Serðu bara eins og Kevin Hart, nú er hann moldryggur, allir vininir sem er í kringum hann, það er bara til þess að, þú veist, gleði hann, bara svona entourage. Þú getur verið hluta entourageinu á Bjögga Tór. Býtu, á maður engan vin sem er milljónamæringur. Viltu verða class clown, eða? Býtu, við hljóttum að eigum engan vin sem að fullt af alveg milljónamæringur, alveg bara fullt af peningum. Ég og Eiður Smári eru vinir. Ég var að brjóta. Eiður er ekki á Forbes-listanum, sko. Nei. Sko, Bjöggi Tór er í 1141 í ríkustu menn í heimi. Sko, Beckham á ekki krónur hérna Bjöggi Tór. Ok, ég skal gera díl við hann. Af því ég veit hann að hlusta. Ég gæti gert hann aðeins ríkari ef hann býður mér í heimsókn og ég er með nokkur hugmyndir handunum. Þetta er bara eins og ég ætla að spyrja, ætlar að vera það class clown? Ég er með hugmyndir handunum, góðar hugmyndir. Já, frábærar hugmyndir. Við skulum býða með Sturlaðar hrossakyndir fyrir mig eftir, en svo þú hættir að grenja líka og skal ég taka því hraðspurninga til. Yes. Besta mynd allra tíma? Besta mynd allra tíma, Billy Madsen. Uppáhalds sjónvarpsþáttur? Black Mirror. Fallegasta konu í heimi? Konu mín. Uppáhalds matur? Saltkjöt í hvítri. Új. Hvað drekkur þú og djamar? Ég þetta allt. Í hverju sefuru? Nærbúsum. Uppáhaldslið í ennsku úrvalsdeildinni? Newcastle. Þeir eru ekki þar? Eitthvað liðið sem er næst þetta. Besta land í heimi? Ísland. Guð minn góður. Draumabíllinn? Latasport. Besta hljómsveit allra tíma? Wu-Tang. Besta lag allra tíma?
Cream. Hvort myndur þú frekar sofa hjá Rollu og engin myndur frétta eða ekki sofa hjá Rollu og allir halda á að geta? Sofa hjá Rollu. DJ Muscle Boy er toppnáki. Besti tölvuleikur allra tíma? Ég með langar að segja Call of Duty en ég ætla að segja Rocket League. Segja Rocket League? Þetta var erfiðasta spurningi fyrir stunda. Það er samt örugglega Super Mario Bros 3 eða Zelda. Hann var geggjað, þá hefði maður verið prinsessan. Ég man eftir honum, ég spila hann. Hér eftir smá stund þá förum við Sturlu staðreind eða hrossaskítur en fáum fyrst ljúfa tóna frá Calvin Harris. Elsku vinir, þeir eru að hlusta á FM 95 Blö, hér á FM 957. Klukkan var 5:30. Já, hún er 5:30. Það er margt búið að, já, það er búið að ganga svolítið mikið á. Við náttúrulega fengum gest í heimsókn og það er búið að vera svolítið þétt dagskrá. Okkur var hent óvænt í hraðaspurningar. Var ykkur hent í? Þið grenjuðu þar inn. Egil var ángríns bara í fíla, hann hafði aldrei fengið. Fengum óvænt hraðaspurningar, það var bara gaman því. Já, við höfum aldrei fengið hraðaspurningar, ekki langa tíma. En það komið að keppni. Komið að keppni, hvað erum við að fara í? Þið eru að fara í Sturlu staðreind eða hrossaskítur. Sko, þetta var 4-2 seinast. Nei, Egil rústaði, þú varst ekki með 1 rétt síðast. Á 4-0. Það var svoleiðis? Já, það var svoleiðis. Hvað eru margar spurningar núna? 5 eins og alltaf. Hvað eru margar spurningar? Ég hef alltaf búin að vera með 5. Hvað er að ykkur? Það er svo Egil spurði á hann, hvað erum við að fara í núna? Slúður sem er búið að vera á sama tíma bara síðan að þátturum byrja. Ég held við meira á þessa sömu umræða í síðustu viku. Þetta er ekki flókið, þetta eru 5 spurningar og við byrjum Egil þó svarréttin fyrst og ég er að vona að hlustendur heima eða í bílum sínum sé að giska á þetta líka. Fyrsta spurning, Subway gerir nú á margar samlokur á ári til þess að fara 14 sinnum í kringum jörðina. Sturlu staðreind eða er þetta hrossaskítur? 14 sinnum í kringum jörðina, menn að jörðin er samt ekki, hún er flöt samlokur, þetta tala 12 tómu samlokurna. Mæntalega. Nú eru MBM-en að tala að hún sé flöt jörðin. Já, kannski er það rétt. Það er fáránlega mikið að Subway-stöðum. Þú getur ekki farið neitt í heiminum og það er ekki Subway-stöðar. Þetta er góða samlokur. Þannig að þetta er 100% rétt, ég segi correct. Þú segir þessi Sturlu staðreind. Það er 100%. Steinþór Hróar Steinþórsson, hvað segir þú? Ég ætla ekki bæta henni við þetta. Ég er sammálaegli. Þetta er það mikið að stöðum og ég geti vel trúið þessu. Ég vil segja þetta sé satt. Það er rétt í okkur. Báðum 1 stig. Já! Róluður. En enda þú fegst ekki 1 stig síðast, þannig ég er ekki hissa á fagnir. Já, ég er bara að fagna þessu stigi. Ef þú skerð framan af putta á litlu barni, þá vex hann aftur. Hversu litlu barni? Það er bara, ég veit ekki fara út. Þetta er mennst barn. Þetta er auðvitað, þetta er mennst barn. Já, ég held kannski að vera að tala um eitthvað dúku. Nei, bara einhvers konar eitthvað alien, eitthvað svona dúm. Ef þú skerð framan af putta á litlu barni, þá vex hann aftur. Sturlu staðreind eða bull? Þú átt svarréttin, Steinþór? Ég á svarréttin. Ég get nú ekki ímyndað með það. Sko, ég á félaga sem vantar á putta. Það gerist þá ekki þegar maður barn ef að þetta er Sturlu staðreind? Nei, ég sko hvar myndi það eiginlega enda? Ég meina það myndi skera af barninu allan fótlegginn, myndi hann koma aftur? Það væri bara Össur farin á hausinn sko. Það var ekki spurningin. Nei. Og Össur fær ekkert á hausinn því að það er fullorðið fólk sem er að lenda í þessu líka. Já, en ég meina þú veist, þetta tala um að ákveðnum aldri þá vaksa útlimir aftur á puttar á litlu börnum. En ekki lappir. Ég veit ekki Steindi, það er ekki spurningin, verður ekki að flækja það. Ég ætla að segja þetta sé algjört horseshit. Hún segir þessi hrossaskítur Egill. Já, þetta er því niður óttu testa í Google. Þetta er Sturlu staðreind. Já, hvað meinar þú? Þetta er ekki lægi með þig? En ekki samt fara að prófa þetta á börnunum eitthvað í guðanabænum. Nei, þetta bara getur ekki verið. Jú, þetta er Sturlu staðreind. Hversu mikið? Hvað vex aftur þá? Bara að sker framan á litla putta á litlu barn. Nei, ekki bara putta. Ég tek puttan á barninu mínu aftur. Nei, framan á sagði ég. Það eru komið nýjan putta morgun. Nei, Egill, bara, ok, þetta var alltaf Sturlu staðreind. Þú þarft nú aðeins að fara að kíkja á svo síðu sem þetta og skoða þetta á. Þetta hefur verið að trolla þig sko. Það er til veitingastaður í Texas þar sem starfsfólk og viðskiptavinir verða að syngja allt. Sturlu staðreind eða hrossaskítur? Mér finnst það mjög gott konsept og þetta er klárlega að vera til. Finnst það gott konsept? Já. Hversu fljótt verður það að vera þreytt, sérstaklega út að vinna þarna maður? Mér finnst alltaf gott. Ég væri til í kaffi. Eitthvað svona. Þetta er þreytt, ég fann það strax maður. Já, spáðið fyrir starfsfólkið maður. Já, wow. Hver er svarið? Ég ætla að vona þetta sé ekki satt. Þú átt svarið. Sko, þetta er svona, ef þú satt í Japan, þetta verið instant já. Texas, gamli skólinn. Texas. Hann að standa í þessu kjafta. Nei. Er gæfa lappið með kúrugahatt
Og fara að syngja eitthvað kjafta. Sko, veistu hvað búa margir í Texas heill? Heldur þetta séu bara kúrekar að berjast fyrir því Alamo eða? Nei, þetta er sko Texas búinn, hann er ekki að fara að góla neitt inn á kaffihúsi. Þá segir þið bara hrosaskítur. Hann leggur frá sér tvíhleipuna og pantar upp á þetta. Hann leggur byssunni svona á borðið og segir hvað með burger núna drastlið. Nei, það kannski... Hann er ekki að fara að syngja. Kannski segir hann I want a burger now. Já, svona Texas með Texas koncepti. Reyndar náður með þarna. I want a burger now. Ég sett sér rétt. Þú segir þessi störlu staðrind. Það er hárrétt. Steindi. Já, sko, nú, ég þóra alltaf öðrun að elta Egil bara í þessu rugliðinu. Hvað, allir til að sæta þig punktin? Nei, ég meina, hann seldi mér þetta alveg jafnvel á þér. Hann seldi okkur þetta báðum. Ég það svar. Já, ég ætla að segja þetta sé rugl. Þetta er rugl. Já, skotin hafið það. Steindi komið 2-1 yfir. Kannski ekki eld með hana. Ég veit að ég ánægði með þetta. Steindi, þú á svarréttin. Sumo-kappar í Japan fá senda síma á stærð við iPad því að puttarnir á þeim eru feitir fyrir hérna símana. Ég veit nú ekki alveg af hverju súmaglimmenn ættu að vera, það er nú ekki það margir súmaglimmenn að, hvað er þetta að tala um? Það er ekki það margir súmaglimmenn, það eru ég held sér mjög fáir í súmaglimmu í heiminum. Minnst mjög ólíklegt að sé vera að senda þeim nýja iPhone eða Samsung síma bara því að þeir eru súmaglimmenn. Hvað mennur, er þetta custom made, þeir pantið og borgið þetta sjálfur eða? Nei, þeir fá þetta gefins. Fá þetta gefins? Akkur þetta súmaglumar að fá gefins síma? Ég veit það ekki, Egil. Nei, hérna, Steindi. Þetta finnst mér bara, þetta er bara algjört kjaftaði, sko. Þú segir hrosaskítur? Já. Egil. Sko, þittnar mikið á puttunum þegar þú ert gaining weight. Aldrei. Því að sko, eins og til dæmis Richard, vinnu minn, sem er einn af mínum, veistu, tölum hrein íslensku, einn feitasti vinnu minn. Sko, Rikki bara sem er hérna á stöðinu. Ég segi að það var eitt feitasti vinu minn. Þú veist, hann er 29-35% fita year round, sem er mist mikið fyrir 30 ára gammal dreng. Já. En þú veist, hann er að bæta heilsuna sína og ég hrósa hann fyrir það. En ég er ekki mikið sé puttan á hann fitna. Ég sé þetta mikið fara í gegnum belgin, kannski raskatið á hann líka, kinnarnar. Hvað ætlar að segja? It sets a horse manure. Nei, þetta er stjórnustæðan. Anskotin hafið það! Af hverju ætti Ég skil ekki, af hverju eru súmaglimmenn að fá gefin síma? Ég veit það ekki, Steindi. Ég er currently sucking. Síðasta spurningin, svarrétturinn er á, ég læt Steinda hafa hann aftur svo Egil geti jafnað. Steindi, kaninur prumpa, stjórnustæðarind eða hrosaskítur? Þú náðu mig seinast líka á hverju kaninu spurningu. Ég málega það. Það er your El Guabo. Kaninu spurningar. Þú handlar það illa. Þú ert í vandrið með kaninu spurningu. Ég gæti ekki verið í betri málum fest kaninu spurningu. Nú er ég basically í toppmál. Scenario El Guabo. Ég gæti ekki verið í betri málum því að Steindi með kaninu spurningu. Hvað ætlar að svara? Ég sko, það eru með rassagat. Ég verð að fá svar. Það ekki, það lítur að vera. Prumpar er ekki. Já sko, eina sem er, minna þetta er bara loft sko, sem eðlilega ætti að Settu tíma á það. Ég ætla að segja já, það bara getur ekki annað verið. Prumpi, það þarf ekki endilega að heyrast. Þú segir það prumpi. Ég segi öfugti Steindi og þetta er El Guabo. Steindi búin að vinna, það er prumpa. Nei! Kosovo og Íslands í undankeppni HM í fótbolta er líka á lengjunni. Tippað á hann. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Góð þjónusta. Epli, ekki vera ferkvönduð. Epli.is. Dominos, Viking og Landsbankinn kynna Mið Ísland að eilífu. Glænýtt uppistand í Þjóðleikhúskjallaranum. Nýjar sýningar komnar í sölu á tix.is. Alveg sóðalega góður. Roadhouse. Fekk bílinn endurskoðun. Leitaði til okkar. Bifreið.is. Þínir menn í þýskum varahlutum. Snjallar fermingagjafir í miklu úrvali. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. We found proof of life on Mars. Do you copy? Findu líf. Do you copy? Óttastu líf. Do you copy? NASA to ISS. What's your status? Live. Frumsýnd 24. mars í Smárabíói og Háskólabíói. Leyfðu Joe að koma þér í rétta gírinn. Ferskir djúsar, samlokur og svo miklu meira. Joe and the Juice. Spennið sætisólurnar.
Því formúlan fer af stað helgina á Stöð 2 Sport. Nýjar reglur, nýjir og hraðskreiðari bílar og miklu meiri spenna. Fylgstu með æfingun á föstudag, tímatökunni laugardag og keppninni á sunnudag. Tryggðu þér áskiptisíma 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. If you like the way I talk, then why am I on your mind? If you like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you still love me blind. If we don't this whole thing up, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Þetta Dua Lipa. Ekki veit ég hvaðan hún eða þau koma. Ein spurning, þú ert að fara að gigga á morgun á Bíldudal, eða ekki? Jó. Af hverju ertu Dr. Shithead og kemur ekki yfir á Sjallan á morgun þar sem höfðingin og DJ Donut og Jónas? Bara af því að þú sagði það í byrjun. Þetta korterskeisla frá Bíldudal yfir á Korterskeisla, ég held þessi 5,5 tími frá Reykjavík og svo örugglega 5 tímar þaðan og aftur yfir. Blöð út á 12 milljóna benn sko. Það svona momentum sem að það jákvætt að 12 milljóna, bara Florid Herald sko. Ég líka bara feskur sko. Pétallinn í gólfið sko. Hjöppi á VIP-lista hjá mér á Sjalanlega á morgun. Það fyrsti gæðin sem Hjöppi K Hjörvar Hafleðarsson Hjöppi K, hann komin á sérstakann VIP flöskuborslista Sjallanlega á morgun, hann að skemmta herrakvöld K-a annarkvöld, hann fara rakleiðis á Jónas og höfðingjan. Það sessandi. En þú, sem ert við hliðin á, það er ekki að koma yfir. Bíldudalur ekki við hliðin á Akureyri, vitleysingurinn. Ég að fara að beygja þarna sem búið, ekki það ég rati ekki á hann, ég held ég þurfa að beygja það hjá Búðardal og þar. Það er eitthvað sem segir mér núna að Hjöppi K sé að öskra í kotta úr reiði, að við sem að tala að hann sé að Akureyri hann er party animal, sko. Hann endar vill minna hann party hard. Hann kann að lifa lífinu, sko, work hard, play hard, segi ég alltaf, sko. Er það your motto? Já, bara work hard, play hard, þú er að lifa lífinu á milli, sko. Hvað er mottoð þitt, Steindi? Mottoð mitt? Hvað er mottoð þitt? Mitt motto er work hard, play hard. Ég bara motto. Hvað er þitt motto? Hvað er mottoð þitt, type of shit? Ég held ég sé bara ekkert með... Play hard, drink hard? Nei, ég ætla bara að vera alveg hreinskilu ykkur. Ég er bara ekki með motto. Þetta er ekki með motto í lífinu? Nei, ég er ekki með motto. Hvað, er ég með motto í lífinu? Það er bara að gera hlutina mjög vel. En pælið samt í, nú ætla ég að kvarta. Höfðinginn. Ok, nú ætla ég að koma smá útskýringu fyrir ykkur. Þegar að lýsa hvernig, sem er vinir þið tveir eru í gæðsalöpum. Þetta eru ekki vinir þínir. Ég sagði nú hérna í byrjun þáttar einhvern tímann, ég geti farið svo langt að kalla það vinir, menn þú kallaði það svo langt. DJ Donut, sem mjög góð vinnur okkar beggja, sérstaklega þú skvassa með honum daglega. Er hann búinn að gefa grænta nafni DJ Donut? Sverrir Bergmann, æskuvinnuðinn, höfðinginn, Jónas sem kynntist áðan, Gísli Pálmi sem þið báðir hafi hitt og þekki ágætlega. Allir þessir menn er að gigga og þið tveir sem eru bara að skeina okkur raskatinu ætla ekki að mæta. Sko ég hef afsökun, ekki Steindi. Jú, ég hef náttúrulega afsökun, ég hef miklu betri afsökun. Ég er að fara að afsökun. Þú ert að fara að keyra eitthvað í hátir á morgun, en ég er að fara að vinna í kvöld. Það er afsökun mín, ég er að fara að vinna í kvöld. Sko er erfittir Blöð að keyra í 6 tíma þunnur, því að Blöð, hann er raging alcoholic og þegar hann hellir í sig, þá verður hann vel þunnur. Sko, Blöð er með ágætis afsökun. Beint eftir þátt er ég að fara í vinnuna og eftir þegar þú ert búinn í kvöld að gigga, komin heimtíðin í nótt, þú ert búinn að gigga og skemmta gigga líklega yfir mig í kvöld, verði ég ennþá í vinnunni og það er eitthvað sem gigga líklega yfir. Hvað gerist þú giggar yfir þig? Þú ert alltaf að tala um þetta. Alveg að lofa þér, þá var ég ennþá í vinnunni. Hvað gerist þú með giggar yfir sig, sko? Nei, hvað gerist? Þú giggar bara aðeins og hart. Og hvað gerist þá? Ég veit alveg hvað gerist þegar þú sem manns á spottu í gigga yfir mig, sko. Ég veit alveg að það verður bara aðeins því miður. Hvað gerist þú giggar yfir? Bara, ég geggiði mig, skilur. Hvað, þarftu að bara fara að leggja það eins og bara eins og allir aðrir eru búin að skemmta? Þið geggið allar helgar, hafa aldrei geggað yfir ykkur það? Nei, bara klára og svo er þið farin. Þú bara klára að gigga, fer heim til, sopnar, vaknar. Þú oft geggaði yfir þig. Oft geggaði yfir? Nei,
góður sko. Hvað, þú ert ekki Keith Richards, þú ert bara að fara að spotta DJ í klukkutíma eftir. Nákvæmlega. Vitleysa er þetta. Þeit einhverju skífum, þú þarft ekki eins og nýta á play. Þeir sem að hlusta og ætla að party hard í kvöld, þið getur fara á miði.is og kíkta á spot í kvöld og kíkta DJ Donut og höfðingin. En það eru margir strákar sem eru aðnúti, sem eru, að því ég veit það, og ég er einn af þeim, sem eru að spá í þessum fótboltaleik í kvöld. Og mér langar rétt að koma inn á hann. Þetta er must win. Þetta er must win. Af hverju er þetta must win? Sko, Kosovo eru rock bottom, þeir geta ekki raskat. Nei, við eigum að taka þetta. En ef við myndum tapa þessu, erum við þá ekki á leiðinni til Rússlands og HM? Það myndi setja stóra dæld í þá drauma. Sko, við erum í hörkurriðli og staðin núna erum við með 7 púnta, liðið í efsta sæti er með 10 púnta. Það væri heldur cozy að loka Kosovo á eftir. En hvað gerist þá, skilur? Erum við þá ekki hoppum við í 10 púnta. Og hvað er það mörg eftir? Ef við komum að pakka saman í kvöld, sem ég segja highly unlikely, þá erum við þarna á óþægilegum stað, vægatsett. Já, en ef við vinnum í kvöld þá erum við nokkuð líklegir til að fara á HM. En sko, við erum búin að tryggja það að þeir eru allir í góðu skapi. Þeir fengu heimsfrumsýningu á asíska draumnum í gær. Það er reyndar hárrétt. Sem bæði og byrjar á föstudaginn eftir viku. Já. Og fyrsti þáttur, það var gefið út í dag, fyrsti þáttur verður í opinni dagskrá. Já. Sem er hressandi, þannig að þetta allir að geta séð fyrsta þátt. Málið það, ég elska það þegar við náum þessi gegn að fyrsti þáttur er í opinni dagskrá, þannig að ég get ekki, ef ég hitti einhvern sem horfði ekki á þáttinn, hann er ekki með afsökun. Hann sé ekki með stöð 2. Hann getur skallað hann. Já, bara ef ég hitti einhvern vin minn, einhvern úr fjölskyldunni, það er engin afsökun. Hrækja á bara ein í augað. Gæti verið að ég myndi skalla og hrækja ef ég lenda í einhverju svoleiðis. Það voru bara eins og sveppi í brjálæðiskasti. En já, asíski draum, hann byrjar eftir viku, þannig við fyrir ekki meira út í það. Ég ætla líka að óska Tindastónsmönnum allsins besta. Ég er búin að lofa að koma með þér úrslitaleikin. Já sko, nei, þú ert búin að taka í höndina með það. Ef að Tindastóll vinnur Keflavík á eftir, þá verður ég og þú á Sauðárkróki á sunnudaginn. Já. Þú veist hann er ekki að vera að mæta með þér á Sauðárkrók. Jú, hann skuldaði mér, ég mætti með honum á afturhald. Ég veit það, þú gerði það fyrir hann, en þú veist að hann er ekki að fara með þér á Sauðárkrók. Get ég tekið sætbetta í þessu það? Get ég verið með í þessu ruglega? Hann er búin að taka í höndina mér. Akkur kemur þú ekki bara með? Erstu of góður fyrir það? Nei, ég bara er, þú veist. Þú ert að vakna fyrir norðan á sunnudaginn. Eftir Akureyri Hvernig er þetta sunnudaginn? Já, mættu bara með Jónas vinnin. Hvað klunga er það? Kíkir yfir með Svessa. En ég er búin að gegga tvöfaldið mig, gegga með fös og laus. Þú segir einu sem enn og setja gegga yfir og þá rækki ég það. Nei, já, geta ekki, og ég skalla þig. Já, en annars er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blöð. Þetta er búið að vera fljótt að líða eins og alltaf. Þetta er búið að vera rússibanni, drengi mínir. Rússibanni. Já, við verðum mættir hér næsta föstudag og þá verður, já, það verður svona asíski draumurinn þema í þættinum, þar sem þátturinn frumsýndur næsta föstudag. Já, Pétur og Sveppi munu koma hérna og gera eitthvað, það viti. En eigið þið góða helgi, áfram Íslandi í kvöld og sorry Keflvíkingar, áfram Tindastóll, ég get ekki sagt annað. Og bara áfram DJ Muscleboy og Paysandi og áfram þú Steindi. En eins og ég segi, við kynntumst honum á hann, þannig að við átt að segja við hann áfram Bessie B. Þeir töluðu saman sænsku í hálfa mínútu, þeir voru bondingin á hann. Hann baði að kalla sig Bessie B. Ef ég væri ekki að fara á bildutal, þá myndi ég kíkja á okkur. Bessie B. En já, áfram Svala líka, við genda þetta bara henni. Egið góða helgi, heyrumst næsta föstudag. 90 sekúndur í Jack and Jones Smáralind 30. mars. Það getur þú klætt í marga flíkur á 90 sekúndum. Þú færð að eiga allt sem þú getur klætt í á 90 sekúndum og átt sjens á 100.000 króna gjafabrefi í versluninni. Þú getur byrjað að æfa þig að klæða þig í allt sem þú átt strax í dag. En mundu að skrá þig á Facebook síðu FM 957 og fylgstu með í beinni hjá mér, Rikka G, miðvikudaginn 29. mars. Því þá hringum við í 2 heppna stráka sem fá að taka þátt í leiknum. Ég, Rikki G, held upp í fjörunu og Ölgerinn sér að væta kverkarnar. Láttu þið ekki vanta í Jack and Jones Smáralind klukkan 18 þann 30. mars því þú getur átt von á óvæntum Jack and Jones afmælisglaðningi. Leikur Kosovo og Íslands í undankeppni HM í fótbolta er líka á lengjunni. Tippað á hann. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Öll gæludýr hafa sérþarfir. Við hugum að þeim. Royal Canin. Langar þig ekki vöflur? Nú er 25% afsláttur af vöflujárnum. Biko. Gerum þetta saman. Samfilm og Warner Bros. Kynna Chips. What are you wearing? My uniform. In all brown? Stórgóð gríminn með Dax Shepard og Michael Peña í aðalhlutverkum. Hey, we need to focus. Yoga pants. Are you kidding me? I'm powerless when it comes to yoga pants, you know. Let's get you out of this parking lot. You think you can ride with that? I don't know. Chips.
frumsýnd 24. mars, komin í Sambíóin. Opið allan sólaringin í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Fréttablaðið, mest lesna dagblað landsins. Öddi, Steindi og Gils. Alla föstudaga, 4 til 6 í FM 95 Blö.